Fornbókabúðin Bókin, hún er rúmlega 50 ára gömul. Þetta er eiginlega kannski svona eina fornbókabúðin svona sem er eftir í Reykjavík, en fyrir 10-15 ára þá voru hátt í 20 svona verslanir út alla Reykjavík, en þær eru flestar eða allar hættar nema þessi. Það má segja að þetta sé svona ákveðin ævintýraheimur. Eftirminnilegur er náttúrulega góður kunni sem kom til okkar og góður vinur okkar, Bobby heitir Fischer. Hann kom eiginlega daglega bara í alla þennan tíma sem hann bjó hérna í Íslandi og var með okkur, og hafði gaman að því að leita bókum og keypti mikið af bókum og lét flakka sínar skoðanir á heimsins málefnum og hafði mjög ákveðnar og harðar skoðanir á meðal annars sínu heimalandi gamla Ameríku, og það var skemmtilegt að kynnast Bobby. Hann er blessi minning hans. Endalaust er fólk að tala og fjölmiðlar og vælukjóar á blogginu eða hvað þetta heitir nú, að bókin sé að tapa og bókin er át og allt það, en ég maður hefur velt þessu svolítið mikið fyrir sér, og þetta er eitthvað sem ég upplifa ekki. Mér finnst bókin almennt bara sterk. Fólk er að lesa bækur, safna bókum, þannig að ég kannski er maður ekki með rétt að sýna á þetta, en internetið og þetta er allt mjög gott og þetta styður allt hvert annað að mínu mati, og bókin er ekkert á neinni útleið. Það er líka skemmtileg mannlífsflóra sem kemur í heimsókn, ýmist til að leita að bókum eða leita svara við gátum lífsins.